Við höldum áfram með föstudagsþáttinn og við ætlum að halda okkur aldeilis á menningarlegum nótum. Hingað til mín kominn afar góður gestur. Það var skáldastund í Davíðshúsi í gær, þar sem hún hefur dvalið undanfarið. Gerður Kristný, vertu hjartanlega velkomin. Takk fyrir. Hvernig að vera í Davíðshúsi? Það er dásamlegt. Ég reyna að komast þangað á hverju ári verð ég að viðurkenna. Já. Annaðhvort páska eða sumri til. Og þar hef ég ort Reiðinnar býsn. Já, en það gat ég flutt norðlensk ljóð á skáldastundinni minni í Davíðshúsi. Já, það er bara beint af bíli og á bílinu sjálfu. Já, ég hef búin að yrkja svo mikið Skagafjörð og úr Öxnadal og Akureyri og já, þannig að ég gat flutt norðlensk ljóð sem ég hef ort. Já. Bara óvart, annars ég hafi eitthvað svona sett undir með hausinn, þá hefur þetta bara svona gerst. Þess að ég fæ alltaf að koma til Akureyrar að gera eitthvað skemmtilegt. Já, frábært. Þannig að þetta sprettur bara fram að sjálfu sér eiginlega. Já. Og finnurðu fyrir anda Davíðs þegar þú ert í húsinu? Þegar ég mæti, þá dregur Davíð sig í hlé, held ég. Ég hef heyrt skáld sem hafa fundið fyrir draugagangi og einhverju svona. Já. Ég finn ekkert. Nei. Ég er bara ekki eina af þessu næma fólki sem finnur fyrir einhverjum draugum eða getur spáð fyrir framtíðina og svona. Ég er bara algjörlega laus við svoleiðis gáfu. Já, heldur þú ekki frekar það bara Davíð þorir ekkert að abbast upp á þig? Hann er bara kurteis. Hann er skemmtilegur maður. Já. Svo er ég viss að leið og ég fer, þá bara lætur hann gamminn geisa. Já, allt verður vitlaust, opnast allir skápar og bækur fljúum allt. Já, ég er viss það, Ertu að vinna að einhverju ákveðnu verki núna eða ertu bara svona að sjá hvað gerist? Ég er alltaf að viða að mér stökum ljóðum í svona ljóðasöfn. Já. En svo verð ég með framhald af Iðunni og Ava Pönk í haust. Sem sló heldur betur í gegn fyrir bókin. Já, og mér fannst allavega gaman að gefa loksins út barnabók aftur. Já. Það var orðið langt síðan síðast. Einmitt. En svo eru norðlenskar tengingar fleiri í haust vegna þess að ég fæ loksins að vera með í pastelritröðinni. Já. Sem Kristín Þóra Kjartansdóttir og Hlynur Hallsson sjáum. Veg og vanda, já. Já, þar hafa við verið með Brynhildi Þórarinsdóttur og Arnar Má Arngrímsson og svona stórskáld. Já. Mér hefur alltaf langað til að fá að vera með, en ég er svo pen, ég þori ekkert að hringja og segja má ég vera með, þannig ég var svo glöð þegar Kitty hafði loksins samband við mig. Einmitt. Og bauð mér upp í dans. Frábært. Og er það ljóðabók eða hvernig? Við megum bara ráðavíst sem eru með í pastelritröðinni. Já. Og ég hendi bara í smásögu. Já, spennandi. Og dundaði mér við það í fáeina mánuði að skrifa sögu sérstaklega fyrir þetta. Já. Þannig að þá er ég komin einhvern svona hóp og mér finnst það svolítið gaman svona inn á milli þess að maður les upp einhver staðar eða á flakkjum heiminn og svona. Þá er það gaman að koma í svona hóp og við verðum þarna einhver 3 held ég gefin út. Er það ekki alltaf þannig í pastelritröðinni? Jú, passar. Já. Ég meira sem gerð svo frægur, ég á bók í röðinni, líka. Já, ég vissi að ég væri bara í góðum hópi höfðingja, norðlenskra höfðingja. Þannig að við erum tengjumst þannig að bæði. Þetta er nefnilega gríðarlega metnaðarfullt og flott framtak hjá þeim. Ég hafði fylgst með þessi nokkur ár og langað til að fá að vera með. Já, þetta er mjög spennandi og smásagan var fyrir valinu. Já. Já. Og þú sem þú skrifar þá bara sérstaklega náttúrulega fyrir þetta. Já. Þetta er svo hátíðlegt. Já. Norðlensk ritröð, ég meina, við sunnlendingar bara lúffum fyrir svoleiðislöguðu. Já, nei, þetta er náttúrulega bara frábært að heyra. Þannig, og það hefur náttúrulega verið yfirleitt þannig að bókunum er fyllt eftir með upplesturum bæði hér norðanlands og fyrir sunnan. Já. Þannig að það verður væntanlega haldið í þá hefð þegar það er að kemur. Það er að vona það. Allir mæti bara með grímur og sprittið á lofti. Og loftið tilbúin að fagna þessu ákaft. Ég vissum það verður þannig. Og hvað tekur svo við, ertu búin að skila af þér handritinu fyrir Iðunni og Ava númer 2? Já, þannig að nú á að fara að brjóta þetta og raða teikningunum hans Halldórs Baldurssonar inn í handritið. Já. Og það er alltaf voða gaman að sjá hvað kemur út úr því. Já. Og bókin heitir Meira pönk, meiri hamingja. Já. Og þá eru þau komin á útihátíð. Já. Þau langar náttúrulega á útihátíð, alla fjölskyldu Iðunnar reyndar.
og afinn á að fara með og þetta mikil og fræg útihátíð sem ég bara fann upp alveg sjálf sko. Já, skemmtileg. Og í Krækiberja, Lyng, Haladreka, Gili held ég að sé nafni, ég þarf að reyna að læra þetta utan að. Já. Þetta er svo mikil vitleysa stundum í þessum bókum, maður á svolítið erfitt með að munna þetta. Það er náttúrulega langskemmtilegast að hafa vitleysuna sko. En afinn í vandræðum, hann fór á þessa sömu hátíð þegar hann var 14 ára. Og hann enn á bannlista, hann lét nefnilega svo fíbl. Já. Þeir muna alveg eftir honum, sko. Já, sjálfsögurlega sömu menn að vinna. Algjörlega, þetta eru langræknir menn, þannig að honum, það á ekki að hleypa honum inn. Nei. Og þá fer nú aldeilis í gangi einhver atburðarás sem enginn sér fyrir. Nei, auðvitað, Iðunn hlýtur að þurfa að gera eitthvað í þessum málum. Já. Þetta hljómar mjög skemmtilega. Og talar auðvitað beint inn í tíðarandana. Ég veist að það er mjög margar sem dreymir að komast á útihátíð einmitt núna. Og nú vorum við bara öll bönnuð á útihátíð. Við máttum ekkert fara ásólislega. Nei. Þannig að þetta er alveg bara úr íslenskum raunveruleika. Já, einmitt. Óvart. Þetta er gríðarlega skemmtileg. Og hún kemur út núna, verður partur af jólabókaflóðinu. Já. Þessu eina sanna. Þannig að ég veist að það er margir sem hlakka til að lesa það og komast í það. En hvernig ferðu svo að því að velja næstu verkefni? Ertu strax farin að huga að því eins og núna skilar að þér sko, bæði smásögunni, pastelritinu og Iðunni og ertu strax komið hugmyndu hver verður næsta bók? Já, ég er alltaf með svona 3-4 handrit í gangi í tölvunni. Þannig að ég á eitt svona hálfkarað unglingsstrák sem er einhverjum bobba í lífinu. Já. Svo á ég bálk sem ég er að skrifa. Hef farið á Strandir núna 2 svar til að viða að mér innblæstri. Þetta er svona einhver bóndakona og urta í þessum bálki. Já. Ég fór að velta fyrir mér selum og sögum af selum. Þannig að ég er svona stödd þar í einu handritana. Já. Svo fer þetta bara eftir í hvaða stuði ég er hvort að hvað verður fyrir valinu. Já. Þegar ég er búin með þetta allt saman og þetta er bara komið upp í prentsmiðju. Þannig að ég flakka svona á milli, svo sé ég svona í mars á næsta ári hvort eitthvað kemur út þá. Já, hvað er svona lengst komið og líklegast til þess að ná í land. Já, þetta er náttúrulega mjög sniðug aðferð að geta svona valið á milli eftir því bara hvernig stuði maður er í hverju sinni. Já, ég sé nú býsna fljótt svona hvað hendar fyrir barnabók og hvað er fyrir fullorðna. Já. En svo blandast þetta nú. Ég veit alveg gamla pönkara sem fengu Iðunni og afa pönk að gjöf frá einhverjum gárungum sko. Já. Ég var að áreita þetta fyrir 60 fólk. Og hafa örugglega ekki minna gaman af þegar Hólminn er komið heldur börnin, er ég vissum. Já, allavega, ég hef alltaf gaman að góðu barnaefni, þannig að... Já, það er bara oft skemmtilegustu bækurnar, þannig bara... Já, það gengur allt upp. Já. Já, og mann dreymir stundum það í lífinu, svona allt bara gangi upp og endi vel, og það gerir það yfirleitt í barnaefni. Já, einmitt, og spillir ekki fyrir þeirra smá svona húmor og svo einmitt, vitleysan er líka bara svo mikilvæg, að leyfa henni að lifa. Já. Svona í hæfilegu blandi við allt hitt. Já, það býr í manni einhver vitleysingur sem þarf stundum að brjótast út. Já, ég er alveg með þér í því, sko. Og það er líka bara, er það ekki svo mikilvægt að börn hafa rosalega gaman af því að bulla og svona ofta og það er svo mikilvægt að viðhalda því, að hafa gaman af svoleiðis hlutum, held ég. Jú. Þetta bara, hvað vakti hjá manni áhuga og ljóði og rými, var þetta ekki brandararnir sem byrjaði á hvað er þetta hvíta og hvað er þetta græna? Ég ætla ekki að fara að botna, þetta er kúltúrveraður sjónvarpsþáttur. Sjónvarpsþáttur, já. Við látum bara fólkið heim í stofu það. Já, þannig að þetta bara vakti hjá manni gleði og áhuga á ljóði og rými og þetta var örugglega fyrsti kveðskapur sem maður lærði utan að sem krakki og manni finnst þetta enn bara pínleiti fyndið, sko. Það er það. Eða mér, sko. Já, ég er alveg með þér. Já. Þegar öll er á botninn hvort, þá er það bara svoleiðis. Já. Þannig að það er spennandi tímar framöndan. Það er alveg nokkuð ljóst. Og ertu búin að ákveða hvenær þú kemur næst norður? Já, þegar ég fæ að elta upp í pastelröðina. Já, auðvitað, það er náttúrulega að segja sér sjálf. Þegar ég fæ loksins að vera skálda meðal skálda. Já. Koma til Norðurlands með nýútgófna pastelbók, það verður eitthvað. Þetta verður gríðarlega flott. Þá loksins er ég búin að meika það. Já, ekki spurning.
bara kæra þakki fyrir að koma í þáttinn og segja mér frá öllu þessu sem framöndan. Bara gangi þér vel. Takk.